Góðan daginn kæru hlustendur og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og eins og þið sjáið, kannski heyri meira. Þá rýmið loksins tilbúið og ég gæti ekki verið meira ánægður, þannig að ef að þið sem eruð að hlusta á mikið af mínu efni þá heyrið það að ég að taka upp við aðrar kringumstæður og ég orðinn hæst ánægður með hljóðið og þessi hausverkur sem hefur fylgt því að skipta yfir í stúdíó svona aðlinna. Þetta ekki alveg tilbúið en svona við erum að komast þangað sem að ég mjög ánægður með. En þessi þáttur í boði Þorgrímsson en þetta einmitt Þorgrímsson rýmið og einnig í boði fiskhúsið.is, heitirpottar.is, Pólsen, Bæjarins bestu pilsur, kalda, léttbjór og alvöru bón. En já, það sem ég ætlaði líka að nefna var að ég ætlaði náttúrulega að vera búinn að gefa út þennan þátt en ég að taka hann núna upp í annað skiptið. Ég var búinn að taka upp síðustu 2 þætti þessara seríu drækisskýrsluna fyrir verslunarmannahelgi en þegar ég var komin út á land þá komst ég að því að myndatökubúnaðurinn hafi ekki verið rétt stilltur. Ég var að hugsa svona ég ætlaði að gefa þetta út en ég ákvað bara frekar að taka þetta upp aftur og líka með töluvert betri hljóðgæðum. Þannig að úr varð að ég þessu senkar aðeins en ég vona bara að þið fyrirgefið með það. Ég reyndar líka pínu ánægður að þessu hafi aðeins senkað út af því að það mjög margt sem að hefur verið að gerast undanfarna daga frá því fyrir verslunarmannahelgi sem ég langar reyndar að setja í samhengi við skýrsluna og þá sérstaklega við síðasta þáttinn þar sem ég fjalla menningu og framtíð þessa Evrópusambands í heild sinni. En þessi þáttur örlítið frábrugðinn öðru efni sem ég hef verið að gefa út í þessari seríu en fyrir þá sem ekki þekkja þá ég að gera þætti drækisskýrsluna og hef verið að reyna að varpa ljósi á þær áskoranir sem að Evrópusambandið stendur nú frammi fyrir en hann verður frábrugðinn að því leitinu til að ég ætlar bæði að ræða þróun mála sem að fjallaði í skýrslunni í samhengi við það sem búið að gerast frá því að skýrslan kom út en mér langar líka að setja aðeins í samhengi við það sem að gerðist áður en að skýrslan kom út og fjalla svona verk Draghi að einhverju leyti áður en að hann skrifar þessa skýrslu. Einnig langar mig að fjalla þá þróun sem búin að vera að eiga sér stað á svona hærri stigum Evrópusambandsins líkt og hjá framkvæmdastjórninni en skýrslan gefin út fyrir atbeini þessara framkvæmdastjórnar og eins og ég hef fjallað einhverju leyti þá náttúrulega þetta skýrsla sem að framkvæmdastjórnin að miða sínar forsendur og sínar áherslur það að segja hún að nýta þessa skýrslu til þess að taka ákvarðanir. Og eitt af því eins og ég fjallaði með síðasta þætti og hefur að gera með fjárfestingar og ég mun setja þetta í samhengi við það að segja þessa svona fjárfestingakrísu, ekki bara hvernig hún lítur út eins og ég fjallaði með síðasta þætti heldur líka svona hvernig og af hverju fyrir henni komið eins og raun ber vitni. En nú þegar að tæpur mánuður í að við göngum til kjörklefans í þessa atkvæðagreiðslu þar sem við kjósum hvort að við ætlum að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eður ei að þá langaði mig að fjalla nákvæmlega þessi mál þar að segja hver svona framtíð Evrópusambandsins sem ég ætla að fjalla í þessum þætti en einnig í hinum næsta á aðeins ólíkum forsendum reyndar en það sem hefur náttúrulega verið svolítið sérstakt að fylgjast með því núna þegar að við erum að huga því að ganga þarna inn að þá hafa svona rökin verið að við ættum að ganga þarna inn út af því að það myndi auka fjárfestingagleði Evrópuríkja á Íslandi
og til að hita okkur aðeins upp þá langum við að byrja á því að fara aftur í tímann og fjalla eða sem sagt sýna ykkur varnaðarorð Draghis áður en hann var fenginn til þess að gera skýrsluna því eins og hann nefnir margsinnis í skýrslunni þá hafa vandamál Evrópu ekki verið að koma upp á undanförnum örfáum árum heldur hefur þessi vandi einhvern veginn verið að skapast og svona lulla áfram yfir síðustu áratugi. So basically you drowned the crisis under a tsunami of liquidity. And of course you use the standard method, you drown basically the financial system under a tsunami of liquidity and you count on the financial system to allocate that efficiently. And while we do not share your belief that the financial system does that. Is this the best way to allocate liquidity if you have in mind objectives like climate change or reducing inequality in a more forceful, more effective way? Well, probably not. Probably there are different ways to do it. And in fact, some of the new ideas about monetary policy, like the MMT, like a recent paper presented by various authors, amongst which Professor Fisher and others, would suggest different ways of channeling money to the economy. Now, these are objectively pretty new ideas. They have not been discussed by the Governing Council, so we should look at them, but they have not been tested. Og þessi maður sem þið sáuð og heyrðuð í fyrst sem sagt Philippe Lamberts og Mario Draghi þarna að standa fyrir svörum og þeir eru að takast á áherslur í fjárfestingum Evrópusambandsins en þetta sem sagt skömmu áður en að Mario Draghi hættir í sínu embætti sem seðlabankastjóri Evrópska seðlabankans árið 2019 en eitt af hans síðustu embættisverkum var að lækka stýrivexti í vonum það að örva hagkerfið en eins og kemur fram í þessum umræðum hafði Draghi miklar áhyggjur af því í hvað peningar væru raunverulega að fara og hann gagnrýndi þannig loftslagsstefnu og annað sem að hann eins og ég fjallaði í orkumála þættinum að þá hann ragur við að svona gagnrýna þetta en hann fór svona aðeins hörðum orðum, þið getið séð klippunni, ég set hana í lýsingu þessum þætti þar sem það lengra myndband einmitt af þessum ágreiningi Lamberts og Draghi. En hann eins og segi að fjalla með mjög gagnrýnum hætti það hvað peningar Evrópusambandsins eru að fara í og að árangur þeirra fjárfestinga sem að Evrópusambandið hefur þó farið í afar lítill og Philippe Lamberts sem sagt belgískur stjórnmálamaður sem einnig núverandi aðstofamaður Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hann reyndar loftslagsráðgjafi reyndar réttara og hann gagnrýndi þannig Draghi fyrir það að tala þetta sem vondar fjárfestingar en titill þessa myndbands sem ég veit reyndar ekki alveg hver hleður upp titillinn sem sagt þyrlupeningar sem að sjálfsögðu úr orðabók Milton Friedman sem talaði það að þegar að ríki ykju við peningaprentun með engum raunverulegum markmiðum eða árangri að þá myndi það sjálfkrafa leiða til verðbólgu. Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem að í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Og þetta í sjálfu sér áþekkt því sem að Draghi fjallar í Draghi skýrslunni. Hann í raun og vera að segja að Evrópusambandið hafi ekki verið með neinar áætlanir í sínum fjárfestingum og að ítrekað hafi það ratað á ranga staði eins og ég fjallaði í þættinum fjárfestingar þar sem að hann gagnrýnir það að frumkvöðlar eru ekki að sjá sér
fýsilegt að starfa innan Evrópusambandsins og í því regluverki sem að þar Evrópusambandi hefur upp á bjóða og þetta náttúrulega nákvæmlega eitthvað sem að Guðmundur Hafsteinsson og Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP og Guðmundur Hafsteinsson náttúrulega unni hjá Google og Apple og fleirum og verið svona okkar helsti frumkvöld. Snorri Másson skrifaði svona ævisögu hans, mjög skemmtileg bók sem ég mæli með, fyndið hvað svona skín í gegn hvað Guðmundur Hafsteinsson með við það hvað hann hefur áorkað hlédrægur svona að stórum hluta og ég ræddi það einmitt við hann í fyrra viðtali sem ég tók við hann. En mæli líka með því bæði hlaðvarpinu sem ég tók við hann hlaðvarpunum, þetta eru 2 hlaðvarp sem ég tók við Guðmund Hafsteinsson en bókina sem heitir einfaldlega Gummi en það er náttúrulega eitthvað sko sem að ég tel að við ættum að hafa í huga þegar að helstu frumkvöðlar á Íslandi eru einmitt að sjá svona í hendi sér að það regluverk sem fyrir í Evrópusambandinu ekki eitthvað sem að mun koma til með að leiða til mikils árangurs fyrir þá sem að eru í slíkum geirum. Guðmundur Fertram að sjálfsögðu komið fram og sagt einfaldlega að ef það hefði verið fyrir Evrópusambandið, þar að segja ef við hefðum verið inn í Evrópusambandinu, að þá hefði verið mjög ólíklegt að Kerecis hefði getað náð þeim árangri sem að það náði. Hilmar Veigar Pétursson að sjálfsögðu fyrrum forstjóri CCP, núverandi forstjóri CCP en það heitir Fenris Creations í dag og hann kom inn á þetta í viðtali í hlaðvarpinu Ein pæling og ég ætla bara að sýna ykkur smá bút úr því. Hann fjallar meðal annars þessa svona hugleiðingar sem hefur að gera með fjárfestingar en hérna hann að tala það hvernig Evrópa hefur verið að halda á svona orkumálum í samhengi við einmitt nýsköpun. Það að vera í nýsköpun að hraða á og það ekki hægt að hraða og hægja á sama tíma. Það bara misvísandi skilaboð og þannig ef við viljum vera í nýsköpun þá erum við að velja þá sem standa fremst og við erum að trúa því að þeir munu síðan draga bátinn fyrir alla að hagkerfið allt lyftist í gegnum nýsköpun hjá þeim sem eru kannski víraðir í það og þá erum við að styrkja við þá og kannski treysta því að þannig stækki hagkerfið, þannig komið meiri gjaldeyrir inn í kerfið og störfin verði verðmætara í hagkerfinu og þá allt miklu meiri peningar til að hjálpa öllum hinnum sem ekki á þeim staðnum. En það verður oft svona stemmingin sko að hægja bara á öllu. Þetta svona að maður sjá þetta í loftslags umræðinu líka sko. Þá rosa mikið sko, Evrópa fór bara að hægja á öllu. Skattar, cap and trade og allt þetta dót. Kína fór bara að hraða á öllu og ég held bara Kína sé búið að leysa þetta. Þeir eru allavega að standa sér tölvert betur heldur en allar aðrir og það var ekki út af því að voru að skattleggja sig. Nei, þeir bara þið sem eru að sprikla með sólarrafhlöður og alls konar dót og kjarnorkuver og annað slíkt og bara sólarorkuver út í geimnum og ég veit ekki hvað. Kína fór bara hart á það, voru vissulega að brenna koluma með hann, en nú þetta bara búið að flippa. Það heildarorkuþörf heimsins í dag eru 20 terawatt. Kínverjar eru búin að setja 1 terawatt af sólarorku nú þegar inn og þeir eiga nú þegar framleitt 2 terawatt af panelum sem á eftir að setja. Já. Og þá bara út af Kínverjum, þá eru þeir bara búin að gera og svo bara kompándar þetta og svo fyrir þetta út í geim. Það nú nýjasta stefnan að setja bara alla gervigreindina út í geim og þá þarf hann ekki að vera að hækka þetta 20 terawatt og svo bara, hverfur öll olían og kolin bara sjálf sér. En hitt sem á svona evrópska leiðin, bara hægja á öllu, skattleggja allt í döðlur og allt svo leiðis. Nú Evrópa í stökustu vandræðum og stendur ekki steinni við steini í hvað búið að gera, annað en það að vissulega Evrópa náð hlutfallslega reisjónu aðeins upp, þannig að það ansið vel af endurlíflegum orkuverum í orkugjöfum í Evrópu, en það fyrst og fremst að þeir eru búin að lækka heildarnótkunina, heilu hagkerfin eru bara búin að taka svona japanskt harakiri Þýskaland og Bretland fremst í flokki. Og mér finnst mjög áhugavert að Hilmar Veigar sé með
þessi orð ákvarðanatöku Evrópu og Evrópusambandsins og þá sérstaklega hvernig þau hafa háttað þessum málum á undanförnum árum sem hefur ekki bara leitt til verra umhverfis fyrir nýsköpunarfyrirtæki, heldur líka skapað þessa orkukrísu sem fyrir í álfunni. Og þetta stefna, eins og ég fjallaði í þættinum þessi mál og orkumálun og fjárfestingar, að regluverkið sem fyrir hendi og ég náttúrulega gerði sér þátt líka einmitt regluverk og nýsköpun og þá kemur bara einfaldlega fram að það eru eiginlega engin ríki sem eru orðin fýsileg til þess að vinna innan tækni og það afar slæmt og maður hefur náttúrulega líka verið að heyra undan sér að það eru ríki sem einhvern veginn að reyna að vera sveigjanlegri gagnvart þessu en einfaldlega hefur regluverkið hefur einfaldlega staðið í vegi fyrir því að það náttúrulega á að moka öllum í þennan þrönga ramma Evrópusambandsins og allir sem að hafa unnið í einhverjum nýsköpun að gera með öðrum gera sér grein fyrir því að það ekki gróðursamt umhverfi að vera í umhverfi þar sem að þú ert að reyna að skapa eitthvað nýtt en þrengt inn í ramma þar sem þú ert að verða eins og allir aðrir. En ég ætla að spila fyrir ykkur annað myndband svo við færum okkur aftur yfir á inn á þennan vegarhelming sem að við erum að ræða í dag. Þar sem að myndband þar sem að einmitt við heyrum alltaf í gríð og erg að Dragis Ísland sé í raun og veru ekki áhyggjuefni því að hún einfaldlega bendir Evrópusambandinu á það sem þau þurfa að fara að gera bæði fjárfestingum sem á öðru en eins og ég var að segja ykkur áðan að þá var þessi klippa sem ég var að spila fyrir ykkur áðan Draghi þegar hann að hætta sem seðlabankastjóri en núna langar mig að spila fyrir ykkur klippu sem að kom, þetta árið 2012 þegar Draghi sem að taka við stöðu sem seðlabankastjóri. Financial fragmentation that has taken place in the euro area. Investors retreated within their national boundaries. The interbank market is not functioning. It's functioning very little also within each country, by the way, but certainly not functioning across countries. And we have to I think the key strategy point here is if we want to get out of this crisis, we have to repair this financial fragmentation. And there are at least two dimensions to this. The interbank market is not functioning because for any bank in the world, the current liquidity regulation makes to lend to other banks or borrow from other banks a money-losing proposition. So the first reason is regulatory, the first reason is regulation that has to be recalibrated completely. The second point is, in a sense, is a collective action problem, because national supervisors, looking at the crisis, have asked their banks, the banks under their supervision, to withdraw their activities within national boundaries. And they ring-fenced liquidity positions, so liquidity can't flow even across the same holding group, because the supervisors, the banking supervisors, the financial sector supervisors say no. So even though each one of them may be right, collectively they've been wrong. And this situation will have to be overcome, of course. And then there is a risk aversion factor. Now, risk aversion has to do with counterparty risk. Now, to the extent that I think that my counterparty is going to default, I'm not going to lend to this counterparty. But it can be because it's short of funding. And I think we took care of that with the two big LTROs operations where we injected $500 billion of net liquidity in the euro area banks. We took care of that. Then you have the counterparty risk that is related to the perception that my counterparty can fail because of lack of capital. We can do little about that. But then there is another dimension to this that has to do with the premia that are being charged on sovereign states' borrowings. These premia have to, as I said, to do with default, with liquidity, but they also have to do more and more with convertibility,
with the risk of convertibility. Now, to the extent that these premia have to do with not with factors inherent to my counterparty, they come into our mandate. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónarsemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Og þetta einmitt ástæðan fyrir því að ég tel að rökin fyrir því að Draghi-skýrslan sé bara einhver svona ljóstýra í myrkrinu sem beinir Evrópusambandinu í rétta átt eigi einfaldlega ekki við. Hann þarna árið 2012 að segja nánast nákvæmlega sama og hann var að gera þegar hann var að hverfa á braut. Hann vissulega með einhverjar aðrar áherslur, telur mikilvægt að einhvern veginn regluvæða fjárfesta, svo einhvern veginn mókist aftur inn á Evrópumarkaðinn. Þetta náttúrulega í kjölfar hrunsins, þar sem að spenna fyrir því að regluverk væri þannig úr garði gert að það væri ekki að hamla neinu, heldur væri bara að passa upp á það að fólk væri ekki að svindla. Munið eftir þessu sem að upplifðu hrunsárin að það var mjög mikil spenna fyrir þessu. Ég hef lægt að færa rök fyrir það sé enn þann dag í dag, en aftur á móti þá hann þarna að segja sömu hlutina með bara mismunandi áherslum og það svona varpar ákveðnu ljósi á það að við getum ekkert verið einhvern veginn alltaf að segja okkur það að já, nei, það bara flott að Draghi-skýrslan kom og núna þetta ekki lengur vandamál út af því að við vitum af þessu. En frá mínum bændur séð það bara heldur það einfaldlega engu vatni. Hann þarna árið 2012 að segja nánast nákvæmlega það sama og hann var að segja þegar hann var að hverfa á braut. Og eins og ég fjallaði í síðasta þætti fjárfestingakrísu Evrópusambandsins að þá hann aðalega bundinn við trúverðugleika sambandsins. Og sá trúverðugleiki fyrst og fremst bundinn við það að fólk hefur efasemdir það að Evrópusambandinu muni takast að rétta úr kútnum að varðar regluverka farganið. Og þegar þetta betur skoðað, þá jafnvel 55% lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem nefna regluverkshindranir sem eina helstu forsendu fyrir erfiðu rekstrarumhverfi og nefna svo í þokkabót himinháan orkukostnað sem að bætir náttúrulega bara gráu ofan á svart. Fjárfestar hafa einfaldlega ekki trú á hagvexti í Evrópu sem að veldur því að aðrir fjárfestar hafa ekki trú á Evrópu út af því að þetta ákveðin svona domino áhrif. En í skýrslunni hjá Draghi segir hann að þurfi viðbóta fjárfestingu 4,4 til 4,7% ári sem að nemur margfaldri Marshall-aðstoðar raunvirði. Og til þess að gera það þá þurfi að sameina fjármálamarkaði, afnema skattahindranir, endurhanna fjárlög ESB og móta markviss og örugg skuldabréf. Með þessu vill hann taka áhættu sem að hann segir að þó muni borga sig til lengri tíma litið því að ef að kerfið látið halda áfram í núverandi mynd sé töluvert meiri áhætta fólkin í því. En svo eitt mjög áhugavert sem hann nefnir sem að það að hann telur að þurfa að byggja upp lífeyrissjóði og svona aðrar svona stoðir sem að hjá sumum aðildarríkjum en öðrum ekki og hann talar lífeyriskerfi Hollands og Danmerkur og Svíþjóðar þar sem svona hægt að beita til með sparnaði fólks til fjárfestinga sem að svona áþekkt því sem að hjá okkur sem að gerir þetta mjög áhugavert fyrir okkur Íslendinga því að eins og segi, við eins og Danmörk og Holland erum með full fjármagnað lífeyrissjóðskerfi en það á alls ekki við innan Evrópusambandsins sem heild. Hvort að það muni koma til einhverjar athugana innan Evrópusambandsins, hvort þetta að verða eitthvað neginn meira sameiginlegt eða annað, það veit ég ekki, tel að reyndar vera mjög ólíklegt, margir telja það bara einfaldlega að vera fjarstæðukennt en miðað við stöðuna þá finnst mér svona einhvern veginn ekkert vera fast í hendi í þessu. Sérstaklega þegar að ræða stærri ríkin eins og Þýskaland og Frakkland þar sem að staðan alls ekki góð.
En það sem líka skrítið að samkvæmt skýrslunni þarf 750 til 800 milljarða evra fjárfestingu á ári til þess að bæta bara stöðuna úr því að vera í ákveðinu svona stöðnun í að þegar koma hann í svona ákveðina hreyfingu. Það sem líka skrítið að Draghi fer eiginlega gegn eigin sannfæringu sem að hann nefnir þegar að kemur að regluverks farganskaflanum þar sem hann segir einfaldlega að til þess að gera fjármögnun liðlegri og minna flókna að þá þurfi á sama tíma að koma fyrir svona miðstýrðu valdi til þess að ýta þessu svona, fýsilega umhverfi úr vör. Það að segja, það þarf minna regluverk og til þess að gera það þarf að auka við miðstýringu sem að eitthvað sem að fljóta litið hljómar mjög sérkennilega. En færum okkur þá yfir í þróun mála hjá framkvæmdastjórninni sjálfri og hvernig hún hefur tekist á við þessar leiðbeiningar Draghi og hvernig henni hefur tekist að taka þessar athuganir til greina. 16 mánuðum eftir að skýrslan kom út eða í janúar á þessu ári höfðu 15% tillagnanna verið teknar til greina og 24% að hluta sem þýðir að 60% af tillögunum hafa ekki verið teknar til neinnaskoðunar og Draghi náttúrulega mjög ósáttur við þetta eins og ég fjallaði í 4. þætti ef ég að muna þetta rétt en hann segir einmitt þetta ganga allt og hægt sérstaklega með við óstöðuleikan í heimshagkerfinu og heimskerfinu reyndar bara heilt yfir og nú þegar vissulega óvissa í heimskerfinu þá setur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í mjög erfiðri stöðu. Nú fyrir rétt tæpum 2 vikum kom það fram að bankar og bankakerfi Evrópusambandsins sé einfaldlega ekki í þeirri stöðu að geta keppt á alþjóðasviðinu og það jafnvel eitthvað sem þau segja berum orðum. And the conclusions are clear. First, banking is still too fragmented across national lines. In too many ways, banks still operate in an incomplete single market and an incomplete banking union. This limits cross-border activity, reduces competition, and prevents banks from reaching the scale needed to compete globally, including in capital markets. EU banks lack scale to compete, both internationally and domestically. The barriers are significant, and overcoming them requires equally significant change in our system, with substantial action on all fronts. We need to reduce barriers to cross-border banking and promote greater integration in the EU banking sector. Banking groups need to be able to manage their capital and liquidity more efficiently across borders, providing adequate safeguards to host countries and building trust between authorities. The completion of the banking union, including a new approach on a common deposit protection mechanism to replace the 2015 EDIS proposal, is therefore a central piece of the competitiveness work. Second, the implementation of international standards does not always sufficiently reflect EU specificities. The EU has applied Basel standards broadly, including to all banks, not only the largest internationally active ones. While this has strengthened resilience, it has also increased complexity and may create disproportionate burdens, especially for smaller banks or for activities that are particularly important in Europe, such as SME financing, mortgage lending, project finance, and trade finance. Other major jurisdictions also adapt international standards on a permanent basis to suit the structure of their own banking sectors. This can create an uneven playing field and put European banks at a disadvantage. Og þetta hún Maria Louise Albuquerque að kynna skýrslu framkvæmdastjórnar sem byggði einmitt á Draghi skýrslunni en kom einnig inn á skýrslu Enrico Letta sem að fjallar innri markaðinn og ég hef líka verið að fjalla aðeins í þessari þáttaseríu. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD. HD íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda,
farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða, sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annars staðar, að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. En hún segir einfallega að regluverk Evrópusambandsins hafi séð til þess að bankar aðildarríkja Evrópusambandsins geti ekki keppt við önnur heimsvæði vegna takmarkana. Og það sem meira er að í þeim tillögum sem að komu frá framkvæmdastjórninni, sem að var einmitt, eins og segi, tilefnið af þessari ræðu, kom fram að fjárfestingaáætlun Draghi sem að tekin var inn á svona sem, já, eins og ég nefndi áðan, sem algjört viðmið af því hvernig framkvæmdastjórnin telur að framtíðin þurfa að vera, en samt sem aður verið að reyna að segja við mig að Draghi-skýrslan sé nú ekki svo mikilvægt plagg og sé bara einhvern veginn ein skýrsla af mörgum. Ég get ekki hægt að tönglast á þessu. Mér hefur fundist það sérstaklega áhugavert þegar ég hef verið að gefa út þessa þætti, þá hafa jáarar sett sig í samband við mig og verið að senda mig einhverja aðra greinar og umfjallanir þetta og ég segja, ok, það alveg hægt að færa rök fyrir því að þetta sé ekki eina plaggið og þetta sé ekki eitthvað heilagt plagg. Ég alveg sammála því, það fullt af athugunum eins og með orkumálin, það fullt af hlutur sem stangast á, samt við fjárfestingarnar og annað. En aftur á móti, þegar þetta það plagg sem að framkvæmdastjórnin helst að byggja sitt mat á þegar hvernig það þurfa að bregðast við stöðunni, að þá það orðið mjög mikilvægt plagg. Og þú veist, það það sem kannski skrýnast við, en ég alveg sammála því, það hægt að færa rök fyrir því að það sem að kemur fram í skýrslunni og eins og María Louise segir ekki berum orðum, en það eru nokkrir innan til dæmis framkvæmdastjórnar sem hafa verið að segja þetta, að það sem að Draghi leggur til, sem að ég endar alveg sammála hluta, eins og með þessar 750 til 800 milljarða fjárfestingar, evru fjárfestingu sem að þurfa að koma til, það alveg svona, ég myndi jafnvel ganga svo langt að segja, það bara mjög langt frá því að vera framkvæmanlegt. En eins og segi, þetta ástæða til að staldra við, því að þetta ekki, þú veist, eitthvað sem að mér bara finnst. Þetta, þú veist, þegar Draghi skilaði inn þessari skýrslu haustið 2024, þá var sko tekið á mótinni eins og hún væri bara svona algjör vegvísir sem að hún átti náttúrulega að vera. Þetta væri planið, nú vissi Evrópusambandið hvað þyrfti að gera og eins og ég sagði áðan, þá það ekki það sama og að leysa vandann. En við þurfum ekki að rífast lengur það hvort að þetta sé eitthvað mikilvægt plagg eða ekki. Þetta einfallega það plagg sem að miðast við til þess að taka ákvarðan innan Evrópusambandsins. Og nú liðin næstum því 2 ár og við getum bara skoðað hvað hefur gerst á þessum tíma. Í júlí í fyrra lagði framkvæmdastjórnin fram tillögu að nýjum fjárlagaramma fyrir árin 2028 til 2034 og þar var stofnaður nýr sjóður sem heitir Samkeppnishæfnissjóður Evrópu og var eitthvað sem var í tillögum Draghi. Nú þegar þetta var kynnt var talan sem fór í fyrirsagninar 409 milljarðar evra sem að hljómar auðvitað eins og ævintýralega há tala, en ef við skoðum þetta aðeins nánar og í samhengi við Draghi-skýrsluna þá þetta náttúrulega eitthvað sem að ekki nándar nægilega mikið, allavega ekki í samhengi við það sem að Mario Draghi taldi að það þyrfti, þar að segja 750 til 800 milljarðar á ári. Það sem líka svolítið áhugavert að sjóðurinn sjálfur tiltekur sko 234 milljarða sem að þessi innspýting. Hinir 175 milljarðarnir það sem að heitir Horizon Europe sem að rannsóknaráætlun sem að nú þegar og hefur verið til í mjög mörg ár. Þannig að sko framkvæmdastjórnin birtir þessa tölu 409 milljarðar en 175 af þeim í rauninni eitthvað sem var fyrir hendi, þannig að það ekki að segja að þetta sé viðbótar fjárfesting. En þeir leggja þetta náttúrulega saman til þess að fá stærri tölu. Og sjóðurinn sjálfur sem sagt 234 milljarðar. En ef við jafnvel sko bara mjög liðleg og segjum bara
að við tökum líka þennan Horizon sjóð inn í myndina, að þá þetta bara brot af því sem að Draghi taldi að þyrfti, út af því að ef við deilum þessu niður á þessi 7 ár sem að Draghi taldi, þá þetta 7,5% af því sem að Draghi taldi vera nauðsynlegt til þess að rétta úr kútnum. Maðurinn sem að þeir sem sagt báðu það að greina vandan sagði að það vantaði x mikið fjármagn sem þessir 800 milljarðar ári. Evrópusambandið tók 7,5% af því og sagði gjörið svo vel, þetta það sem að við höfum upp á að bjóða. Og við þessu var brugðist af hugveitunni Bruegel sem að starfar í Brussel, og þetta hugveita sem að alls ekki einhver Evrópuandstæðingur, heldur svona óháður think tank sem að gefur út skýrslur og greiningar sem að hefur mjög mikil áhrif á störf og ákvarðanir Evrópusambandsins. Og þessi hugveita var svona hvassari heldur en hún almennt séð. Ég skal alveg viðurkenna það, ég hef ekki lesið mikið frá þessari hugveitu, en eftir því sem ég hef kynnt mér að þá þetta eitthvað sem hefur mjög mikil áhrif á það hvernig Evrópusambandið og starfar. En hún gaf út hugveitan greiningu þennan samkeppnis átavita sem að heitir einfallega Draghi on a shoestring eða Draghi upp á snæri, og niðurstaða þeirra sú að framkvæmdastjórnin hafi einfallega gefist upp á því að fjármagna þetta á þeim forsendum sem að Draghi leggur upp með, og ákveðið þess í stað að auka við fjárfestingaþörfina í gegnum fýsilegri markað, þar að segja að leita til ríkari ríkja innan Evrópusambandsins, því að það verður svolítið áhugavert að sjá, því að hér á landi mjög mikið talað það að við borgum meira inn í Evrópusambandið, sem ég ætla að nefna þess meira á eftir smá, en Evrópusambandið mun að öllum líkindum krefjast þess að það þurfi meira fjármagn. Og ef við skoðum það í þessu samhengi, að þá Evrópusambandið að leita í vasa 9 ríkja af 27. Það að segja að það 9 ríki af 27 sem nettógreiðendur inn í þetta samband, og það þessi hin 18 sem að greiða minna. Það að segja þessi 9 fá minna út úr Evrópusambandinu fjárhagslega heldur en að þeir greiða inn, en hin 18 þurfa að fá að njóta ágóðans af því að borga minna inn í Evrópusambandið. Og ef að Ísland myndi ganga þannig inn, þá við að sjálfsögðu hluti af þessu minni hluta sem að fær minna út úr sambandinu heldur en að við myndum leggja inn. En í skýrslu Bruegel segir að það þurfi meira fjármagn inn frá aðildarríkjum til þess að geta staðið undir allavega hluta skuldbindingana, og þessi skýrsla skrifuð af 3 topp hagfræðingum hugveitunar. Þegar ég fór að rýna í það, þetta svona 3 þungaviktir sem að starfa innan þessara hugveitu, en svo við kannski tínum þetta líka saman, að þá ákveðin heildarmynd sem að mér finnst ég allavega að reyna að skapa, því kannski meta sjálf hvort að það sé rétt, sem að svo að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í klandri út af skýrslunni líka. Og það alveg hægt að gagnrýna Draghi fyrir það að hafa verið of bjartsýn það að Evrópusambandið geti tosað 800 milljarðar evru fjárfestingar upp úr hattinum, en það þó víða viðurkennt að þegar að við skoðum bara tölurnar, að það eitthvað sem að vissulega þarf að vera upp á teningnum. Og þegar ég talaði gjaldmiðlana fjallaði ég það að sparnaður Evrópubúa sé 1200 til 1400 milljarða evra, á meðan sparnaður í Bandaríkjunum mun minni. Hlaðvarp í samstarfi við Bæjarins bestu pylsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pylsu, þá veistu nákvæmlega hvað þig langar í. Þig langar í Bæjarins bestu pylsu, og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl, og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl.
Farðu á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. En það einmitt líka vandamál sem hefur að gera með þennan trúverðuleika sem ég nefndi áðan. Framkvæmdastjórnin búin að segja það berum orðum að bankakerfið geti ekki staðið undir skuldbindingum fyrir fjárfestingar framtíðarinnar í nýsköpun á alþjóðamarkaði, en Christine Lagarde sagði einmitt þetta líka, eða eitthvað í þá áttina, að þegar það var verið að tala þegar umfjöllunarefni var þessi innri markaður og alþjóðlega samkeppni, að Evrópusambandið væri ekki með innviðina til þess að takast á við þessar aðstæður. Og þeir eru bara í vandræðum með það að taka ákvarðanir sem hægt að koma í gegnum sambandið þar sem að miklir hagsmunir vegast mikið á. Og þetta einmitt, svo ég nefni það aftur, eins og þegar ég fjallaði stjórnkerfið sjálft, að þá skrifar Draghi í stjórnkerfiskaflanum í skýrslunni að ákvarðanir Evrópusambandsins þurfi að vera þannig að neitunarvald sé minna. Það er að segja að smærri ríki geti ekki verið að taka ákvarðanir inn í Evrópusambandið. Það geti ekki verið alltaf þessir litlu hagsmunir lítilla ríkja sem að hafa of mikil áhrif innan sambandsins og þar að leiðandi þurfi að taka fyrir hendunar á smærri ríkjunum. Og hann rökstuði það með því að segja sjálfsögðu að það taki að meðaltali 19 mánuði að koma einhverju máli í gegn. Og hann greinir stífluna alveg rétt og svo leggur hann fram tillögur sem að fara annarkvort gegn markmiðum skýrslunar eða eru algjörlega óraunhæfar, og ég ekki nægilega gáfaður til þess að geta sagt til það hvernig þeir bæta þetta, en Draghi-skýrslan samt ákveðið merki það að Evrópusambandið sé bara á verri stað. Og athugið sko að þegar út af því að nú eru mjög margir í þessum hreyfingum og öllu því sem að færa rök fyrir því að við hefum gangin í Evrópusambandið út af því að það engin ríki sem að hafa tapað á því að ganga þarna inn, og ég bara, já, það alveg hægt að færa rök fyrir því. Fullveldisumræðan reyndar svolítið sérkennari í þeim efnum, en ok, segjum bara já, þeim gengur betur fyrir tilstillið þess að þau gengu þarna inn. Miðað við forsendur í dag, og ég skal alveg bara viðurkenna það, ef að Evrópusambandið nær rétt úr kútnum og þeir munu koma til með að bæta regluverkið, ég ekkert eitthvað svakalega spenntur með að ganga þann inn, en ég þess samt mun spenntari heldur en ég í dag að ganga þann inn ef að þeir eru búnir að ráðstafa sínum málum þannig að þetta verði fýsilegri kostur. Þess vegna, og ég búin að fjalla þetta áður, það sem svo skrítið við þetta í dag að þetta var ekkert upp á teningnum þegar við gengum til kosninga síðast, og að Viðreisn treður þessu núna inn án þess þó að hafa verið mikið að tala þetta í kosningabaráttunni. Það bara mjög sérkennilegt, og eins og segi, horfum á bara stöðuna eins og hún mun koma til með að líta út. Draghi sagði það sama 2012 og hann sagði 2019 og hann að skrifa í dag. Núna árið 2026 og fjórðungur af því sem hann taldi að vera nauðsynlegt að gera komið til framkvæmda, og stærstu og mikilvægastu atriðin eru einfallega óraunhæf. Og svo ég komi líka inn á punktinn aftur að það einhvern veginn svona, já, þetta sé bara einhvern veginn svona einhver skýrsla sem að mjög fáir að spá í eða eitthvað þannig. Þetta ekki þannig, það ekki rétt að þetta sé bara einhver skýrsla sem enginn að taka mark á, því að ef að ég með einhver leiðarvísi sem að ég að taka með af í einhverju ákvarðanatöku, að þá geta aðrir gert ráð fyrir því að það plagg muni koma til með að hafa áhrif á mínar ákvarðanir. Það það sem að Evrópusambandið að gera, það sem framkvæmdastjórnin fyrst og fremst að einbeita sér að í rauninni ná einhverjum svona af því sem að þeir telja að komið fram í skýrslunni, að það verði að raunveruleika. Og já, það ég ætla að vera alveg hreinskilinn, þetta svolítið skrítið að maður sé einhvern veginn að fylgjast með umræðum hér á landi, sérstaklega í aðdraganda þessarar í þessu kosningabaráttu og í aðdraganda þess að við séum að fara að ganga henni í kjörklefann, að svona veiga mikil atriði það hvað það raunverulega þýðir að vera með sæti við borðið. Sæti við borðið að fara að hafa minni áhrif á næstu árum.
það bara það sem Evrópusambandið segir, þeir ætla ekki aftur að lenda í Ungverjalandskrísunni þar sem að þeir þurftu að þola það að Ungverjar væru með einhverjar aðrar hugmyndir en þeir í útlendingamálum. Útlendingamálin eru náttúrulega risastór þáttur í því hvernig Evrópusambandið að þróast eins og ég ætla að fjalla í næsta þætti. Draghi-skýrslan fjallar ekki sérstaklega útlendingamálin, hann talar aftur á móti svona social cohesion eins og hann fjallar en ég ætla að fara betur yfir það í næsta og síðasta þætti. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. En ég byggðist aftur velverningar á því að ég beðist velverningar fyrir áskrifendum mína, þeir eru nú að borga fyrir það að sjá þetta fyrr, en ég vonaði að hafa það gott. Takk kærlega fyrir að hlusta á allan þennan þátt og þangað til næst.